Sandra María Jessen. Sandra, ef að minni mitt svíkur ekki, þá þurfti þú að velja á milli þess að fara til Potsdam þegar meistaradeildin var 2011 og þess að vera í U17 landsliði og þú valdir við landsliðinu, tók sénsinn og komast einhvern veginn seinna í meistaradeildina og nú er þetta bara stá. Já, þetta er að bresta núna, þetta er bara rosalega skemmtilegt verkefni sem er framöndan og núna fæ ég vonandi að taka þátt í báðuleikjunum eins og síðast þá fór ég út með landsliðinu í seinni leiknum og misti það á þeirri ferð. En verkefni núna verður bara spennandi og gaman að sjá hvernig það mun ganga. En ef við spólum tilbaka, var þetta erfitt að gera upp á milli að fara til Potsdam og taka þátt í meistaradeildinni eða landsliðinu? Þetta er alltaf bæði mjög stór og flott verkefni sem voru í boði þá, en við unnum þetta svona í sameiningu við og Hlynur, þannig að ég og Lára fórum með U17 út í seinni leikinn. Íslenska hjartað hefur slegið þá? Já, það slæðir alltaf. En það slæðir svolítið þýst í þér líka? Já, ég er náttúrulega hálfur þjóðari, þannig að það er bara að blanda bæði. En segð mér, hvernig læst þetta í ykkur að fá rússnesku risastelpunar hérna heim á Þórsvöll? Þetta leggst bara held ég nokkuð vel í okkur. Svona góð blanda af stressi og tillökun, þannig að þetta verður bara frábært og gaman að takast á svona flott verkefni. Ég spyr alltaf að þig, ertu fann að æfa því rússnesku eitthvað? Nei, ég ætla nú ekki að fara að gera það er alltaf flókið mál fyrir mig. Lætu bara Móla þetta? Já, ég læt Móla það, hann getur gert eitthvað í þessu. Móli fær í flesta sjó? Já, hann er mjög fær, hann er frábær maður. Og þið líka? Já, við líka. Sandra, ég segi gangi vel á miðvikudaginn. Takk hérlega fyrir. Sigur Óli Kristjánsson, ég ætla að vera rosalega gáluður og hefja þetta viðtal og að spyrja hvernig á að segja mér vantar einn banana og svala á rússnesku, ég er búin að gleyma þig. Veist þú hvernig á að biðja þetta? Nei, við segjum bara, get ég fengið banana? Og treysta á að þeir viti hvað það er? Já, ég veit það, við erum búin að senda þeim svona lista. Móli, þetta er að skella á. Annað skipti sem við fáum meistaradeildarleikinn á Þórsvöll. Hvernig leggst þið í að fá rússana í heimsókn? Bara algjörlega stórkostlega. Maður man alltaf eftir þessu þarna þegar Potsdam kom og þetta verður ekkert síðra. Hefur verið að horfa á vídeo að þeim og þetta er hörkugott lið og skemmtilegt lið og kraftmiklar og þetta verður bara hryllilega gaman. Eina sem er að maður er skítræddur að verða plús 3 gráður á vellinum að einhverju þorir ekki að mæta vegna kulda, en það verður það heitt á vellinum að það er allt til að koma. En ekki Rögnvaldur og Búi þarna kindundir? Jú, ég segi það að völlunum verður heitur og við verðum heitt og heitir og þannig að það verður bara gufa. Móli, þú varst að tala að væri búin að horfa á vídeo, ég búin að sýna stelpunum? Nei, við hörum í það núna eftir æfinguna, já, eftir klukkutíma. En svona að því að enginn heyrir, hvernig líst þér á þetta þar sem þú ert búin að skoða? Á þær? Já, ég meina á rússneska liði. Já, ég skil náttúrulega ekki orð sem ég segja, en við líst. Nei, en skilur þú hvernig þið spila? Já, það er mæta 11 og við verðum 11 og það er lítið til, ég er ánægður með það, ég held kannski að það verði 13 inn á, en það er bara 11, en það er lítið vel út. Sér hörkulið. Það er náttúrulega auðvitað að komast þær ekkert í meistaradeildar nema að vera með gott lið. Nei, og svo náttúrulega er þetta, þó að auðvitað sko að við getum ekki að meta fólk eftir gærdeginum, þá er þetta besta liðið í Rússlandi. Og við besta liðið hérna á Íslandi? Já, næstu því. Og við langt besta liðið á Íslandi, þannig að þetta verður bara hörkuslagur. Þú er spenntur? Já, ég var líka bara á leiðinni hérna niður í bílnum. Ég var bara mjög spenntur í bílnum. Löglegur. En Móli, við verðum auðvitað þó að sé spá köldu veðri, þá verður samt gott veður. Þú veist að allan snjóar ekki á okkur samkvæmt spán, þannig að það er alveg full ástæða til að hvetja fólk til að koma og bara klæða sig vel og hvetja stelpunar. Já, ég meina sko, þú veist, við erum ekki alltaf að spila Evrópuleiki hérna á Akureyri, sko, þannig að fólk sem hefur áhuga á íþróttinni bara, sko, guðuna bara komiði og horfiði á þessar stelpur og sjáðu hvernig við tökum á mótið þeim og hvetjið þær. Þetta er, ég meina, þetta getur vel verið að þetta gerist aldrei aftur hjá okkur. Og bara fyrir bæði og koma og njóta og sjá hvað við erum búin að vera byggja upp. Það er að segja ekki bara völlin, þetta er bara sem leikmenn. Já, við verðum aðeins að fara sína smá stolt Akureyringar. Nú getum við bara að tala um Akureyri og við þurfum svolítið að sína stolt Akureyrar og við gerum það ekki með því að vera einhverju örfa og horfa á þetta. Við verðum að sína stelpunum stuðning.
Þá bara hvetjum við hér með alla til þess að koma og setja á sig 66 grá hú og vellinga og allt og koma og njóta og stíga stelpunar. Já, beina að klæða af sér þetta helvítis veður, ég meina það mönnum orðið kalt áður og áttur að verða það aftur, en eins og það verður hitt hérna á vellinum og það verður 90 mínútur af flottum fótbolta og þannig að ég segi bara, sko, ef það að vera að bjóða fólk upp á Evrópu fótbolta, sko, live, þá ég menn ekki sjóabunum, heldur bara hérna út á grassi, þá á fólk að koma og styðja. Þetta eru góð lokaorð, Móli. Takk fyrir og gangi vel á í dag. Takk.